Leynisamningur tryggði eignarhaldsfélaginu Sundi nærri hálfan milljarð króna í aðra hönd þegar það keypti hlut í Northern Travel Holding fyrir rúmum 3 árum. Áhættan var engin. Eignarhaldsfélaginu Sundi var tryggt með leynisamningi við Baug að það gæti losað sig við 50 hlut sinn í Northern Travel Holding á hærra verði en hann var keyptur. Að auki fékk Sund sérstaka þóknun fyrir viðvikið, samtals 475 milljónir króna. Í desember 2006 seldi FL Group lággjaldaflugfélagið Sterling fyrir 20 milljarða inn í nýtt félag Northern Travel Holding. Það var í eigu stóra hluthafa Glitnis, seljandans FL og Fons Pálma Haraldssonar og síðan Sunds sem var í eigu fjölskyldu Óla heitins í Ólís. Hið síðastnefnda lagði til 2500 milljónir og eignaðist 22% í nýja félaginu. Baugur Jóns Ásgeirs Jóhannessonar skuldbatt sig jafnframt til að kaupa aftur bréfin af Sundi samkvæmt leynilegum baksamningi. Fons stofnaði svo nýtt félag 2008, M21, sem fékk lán hjá Glitni til að kaupa Sundsbréfin fyrir 2750 milljónir. Hlutabréfin sjálf voru látin duga sem veð og lánið enn ógreitt. Sund fékk að auki sérstaka 222 milljóna króna þóknun fyrir ómakið. Mál þetta til rannsóknar hjá yfirvöldum. Fons bólnaði út og greiddi eigendur sínum rúma 4 milljarða í arð en Fons, Northern Travel Holding, Baugur og Glitnir eru nú öll farin á hausinn. Skiptastjóra Fons hefur tekist að rekja slóð milljarðana 4 til Luxemborgar en síðan ekki söguna meir. Þá snýst eitt fjölmargra riftunamála sem hann hefur höfðað. Þetta má allt saman lesa út úr skýrslu endurskoðanda, leynisamningum sjálfum, lánasamningum og fleiri skjölum. Allt var þetta hluti mikillar viðskiptafléttu þar sem Stelling flugfélagið gekk ítrekkað kaupum og sölum og allir virðast hafa grætt, nema Glitnir. Ekki náðist í Pálma Haraldsson við vinnslu þessara fréttar og Jón Ásgeir Jóhannesson vildi lítið tjá sig um málið.